Í dag ætla ég að nýta flugu sem hefur fylgt mér í mörg ár, nánast alveg frá því ég byrjaði að nýta sjálfur. Þetta bara einfaldur buzzer, fluga sem oftar en ekki efri fluga í dropper hjá mér ef ég sérstaklega til dæmis ef ég að veiða í vatnaveiði eða veiða í stöðuvötnum öllu heldur og hefur skilað mörgum fiskum, sérstaklega sterk í bleikju. Nú ég kom með krók í væsinn og haldið ykkur fast. Þetta krókur frá Hanak. H310 Barbless buzzer stærð 14. Ég myndi alveg nýta þessa flugu niður í 16 og niður í 18 líka. En 14 svona sérstokkalega í þessu myndbandarugli öllu saman og þannig að við ætlum að nýta eina slíka í dag. Nú þráðurinn sem ég ætla að nota svolítið sérstakur. Hann frá Techstream og heitir Midthread. Þetta rauninni bara mjög fínt floss og svartur nýtingarþráður virkar heldur betur líka. En fyrst ég á eina rúllu á þessu þá áferðin á buzzernum verður hansi svona fínni með þessum þræði. Það eitt sem ef þið verðið með ætlið að nálgast þennan þráð og nota hann, það eitt sem ágætt að hafa í huga að hann ekki mjög sterkur og eins og með allt floss þá vill hann trosna sérstaklega ef kefliseldan ekki mjög góð og þá vill hún svona særa þráðinn hans. Allavega, vöfin frá Semperfli Bright Gold, þetta minnsta stærðin 0,1 mm. En eins og ég segi þó að þetta séu litirnir sem ég nota, þá þýðir það ekki að þetta séu eini litirnir sem virkar hreinlega. Það má leika sér að þessu eins og maður vill. Og að því að ég vil hafa búkinn eins sléttan og ég get, þá reyni ég að láta þráðinn leggjast alveg flatan þegar ég að fara upp og niður legginn. Þið sjáu hérna ef þið horfið hérna alveg við, þá sjáu þið hvernig hann leggst. Hann leggst flatur yfir legginn á króknum og þess vegna sný ég ofan á þræðinum reglulega. Förum bara nokkuð djúpt niður. Og svo upp aftur. Svona. Þetta ekki flóknari þetta búkurinn nema hvað við setjum vöfin líka að sjálfsögðu og ég vil hafa þau nokkuð þétt. Vöfin eiga yfirleitt í þessum buzzerum og þessum púpum að vera einhvers konar liðskipting í flugunum, en ég ekki viss að fiskurinn átti sig á því. En hvað það? Svona, förum við aðeins framar. Kinnarnar á þessum buzzer, þið getið nota hvaða lit sem Ég með einhvern lit sem heitir Gold. Þetta svona kannski gulur sunburst, sirka þannig. Má örugglega kalla þessu hvaða nafni sem Og ég byrja bara að hnýta einn í einu og sjáu það svona kúrfa
á föðninni og það ágætt að láta hana snúa út. Ég byrjaði eins og ég segi, byrjaði að festa einn í einu og ef ég vissi nú hvað ég hefði gert við hinn, ná bara nýjan. Svo kem ég hérna með hinn. Svo þegar við færum þráðinn aftur, það er ágætt að taka báðar fanirnar saman og stýra þeim þannig að það lendi hérna undir. Sirka svona. Þá byggjum við bara upp fínan frambúk. Gefum okkur smá tíma í þetta. Svona. Þá tökum við stífanirnar fram, eina í einu aftur. Festum þá fyrstu niður. Og þá næstu líka. Setjum smá haus. Svona. Nú svo að síðustu, áður en við klárum fluguna, þá er ég með hérna frá Gulf, UV resin, þessi heitir Thin Man og eins og nafnið gefur til kynna þá er þetta ansið þunn formúla og það sem ég geri er ég set bara hérna, hvað eru þið hérna, pínu á puttan og í rauninni set bara hérna allan hringinn. Þetta styrkir fluguna aðeins, gefur henni líka svona smá glans sem er aldrei verra. Svona og þegar við erum sátt þá tökum við ljósið okkar og bökum það aðeins. Bökum límið þar að segja og snúum nokkra hringi þannig að öll flugan fái smá sól á sig. Svona. Nú, ykkur er velkomið að sjálfsögða að setja meira UV ef ykkur finnst eins og flugan þurfa að vera eitthvað sléttari eða eitthvað svoleiðis en þetta er það sem hefur dugað mér gegnum tíðina. Ekki vitlaust að setja eina umferð lakki yfir mjög þunnu venjulegu lakki bara svona til þess að
að læsa þessu öllu saman en það er ekki nauðsynlegt í þessu tilfelli. En Buzzer, ótrúleg fluga í urriða og bleikju. Klár og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.